Í dag ætlaðum við að útbúa skjáinn fyrir vélgæslukerfið og hérna ég með svona fyrirmyndina að því og ég ætla að færa þetta aðeins til þannig að ég geti útbúið þetta hérna til hliðar og vera með hérna annan skjá hér. Maður getur búið til fleiri og fleiri skjái, hún nefnir þá bara sjálfkrafa. Þannig að ég ætla að vera með þessa tvo hérna hlið við hlið og þá get ég með því að velja hérna tile vertically þá getum við raðið þessu svona upp. Og hér höfum við sem sagt tækjastiku þegar við höfum þessan skjá valinn hérna og þá erum við með textabóks hérna til dæmis fyrir bilun A og svo framvegis hérna. Textabóksið, það er merkt hérna með bara stórt A lítið A, text. Við byrjum á því. Það þýðir það að við þurfum að teikna hérna kassa á skjáinn. Og svo kemur bara text inn í það. Prófið allir að gera það. Velja hérna stórt A lítið A og teikna lítinn kassa á skjáinn. Svona já, flott og tvísmella á þennan kassa, þá sjáum við það koma svona margir kassar í kringum þennan litla kassa hérna og í text þá skrifum við hérna bilun A. Var ekkert að velja eftir þessu senast? Þetta sko, hérna getum við skrifað alls konar sér íslenska stafi og hvað sem og bil og allt. Þetta skraut í rauninni. Við erum bara að merkja. Þetta í rauninni bara merkimiði fyrir takkan sem við höfum hérna til hliðar. Bilun A. Hérna getum við notað allt mögulegt. Og ég ætla að hérna, stækka þetta letur aðeins upp. Ég ætla að nota 12. Og ef ég afrita alltaf þennan kassa þá þarf ég ekki að breyta þessu nema einu sinni. Þá alltaf 12 púnta letur sem fylgir þessu. Og alignment hérna, ég ætla að hafa þetta í miðjunni. Þá vel ég hérna center. Og þegar ég smelli hérna á apply, þá fæ ég hvernig þetta myndi líta út. Og ef ég vilja eitthvað aðeins mjókka kassan eða eitthvað slíkt, þá get ég gert það og minkað. En þetta í rauninni til þess að hafa bilun A og kvittun A í sömu stærðarkassa, þá allt í lagi að leyfa honum að vera svolítið breiðum. Nú ætla ég að bara afrita þennan kassa. Ég vel hann, segi bara copy. Það getur verið að þið þurfa að halda inni sko Ctrl og C í svona aðeins lengri tíma heldur en venjulega. Sko, ok, býtum við, ég ætla að segja hérna ok fyrst og já, vel kassan, ítti á Ctrl C og svo smelli ég út fyrir og ítti svo á Ctrl og Vaff og þá kemur hann aftur hérna og það er nákvæmlega eins náttúrulega og ég ætla bara að breyta textanum inn í. Ég ætla að fara í næsta hérna, kvittun A og svo ætla ég að merkja þetta allt saman hérna. Merkja alla rofana. Þá skrifa ég hérna bara í staðinn kvittun A og svo bara ok. Allt hitt hefur haldið sér 12 punktaletur og miðju jafnað. Svo hefum ok á það. Og það kemst fyrir. Og það er góð. Og síðan ætla ég að hafa bilun B og kvittun B. Þá hérna bara get ég valið báðakassana til dæmis og sett bara copy á báða. Og smelli út fyrir og ítti á Ctrl Vaff. Þá fæ ég báða og ég ætla að hafa hérna aðeins fyrir neðan. Og breyti bara á A í B á báðum stöðum. Jöfnvel þetta sniðugt maður. Já, þú hefur ekki séð allt. Það er margt sniðugt í þessu. Ef ég hef ekki sett kassana alveg hérna í beinu framhaldi hérna niður að þá get ég valið alla kassana hérna, alla þessa 4 kassa bara með því að blokka svona yfir þá með músinni og
þá er hægt að fara hérna í left align. Það svona, Þetta Google. já, það eina sem að vantar í sko, þetta hérna hjá þeim, það er það að jafna bilið á milli kassana. En við verðum bara að gera það. Við erum samt með svo gott smiðsöða. Já, nákvæmlega. Og sem sagt, ég held að það bara borgi sig að við merkjum þetta allt saman. Svo við höfum þetta bara allt klárt. Þá er næst sko, já, grænt A og grænt B og rautt A og rautt B, þetta er allt með sömu stærð. Þá ætlum ég bara að taka hérna, stela hérna kvittun B eða bara segja aftur hérna Ctrl+V af því að á þetta inni og breyta þessu hérna í grænt A og grænt B og ég ætla að íta aftur á Ctrl+V því að ég ætla að nýta þetta hérna í rautt A og rautt B, breyta þessu í rautt A og rautt B. Þá byrja ég að breyta þessu hérna í grænt A. Nú sjáum við það, við megum nota sér íslenska stafi í þetta er skraut. Þetta er ekki eitthvað sem að tilheyrir stýrikerfi forritsins. Þetta verðist vera lagi, grænt A og ég geti þess vegna geti ég sko kópera textan af því að maður er alltaf latur við að skrifa eins og þið þekkið. Þá bara breytir maður grænt A í grænt B og segjum OK, styttir sér leið í þessu öllu saman og síðan hérna rautt A. Það eru 2 B rautt. Rautt A og ég ætla að hérna taka það í copy og Það er að gera markgildi og já, ég ætla að hafa markgildi líka og flautustopp og raungildi líka. Það þarf stærri kassi eða? Já, það bara, við lengjum hann aðeins. Þeir eru allir hérna sömu breidd eða hæð og þá hérna markgildi A og markgildi B. Kópera það, nafn, OK og nú sést ekki B-ið eða A-ið og þá þarf ég að lengja kassana. Svona, en þetta væri sniðugt að hérna bara, já, nú ef maður setur kassana yfir hvern annan þá get ég annarkot stytt eða lengt kassana þannig að séu jafn langir og raungildi A og raungildi B sjá hvort það passar raungildi A, taka copy á því, OK, og raungildi B, svona, og flautustopp vantar mig, bara annan. Sjá hvort að það sleppur, jú, það verður jafn langt. Allavega þá hérna er ég bara að fara að reyna að setja þetta, ætla ég að hafa þetta í sömu hæð, þá fer ég hérna í top align, en það getur vel og það passa ekkert endilega. Ég ætla kannski að jafna þessu öllu saman á eftir, bara hérna niðri og grænt, það kemur náttúrulega hérna miklu neðar. Og fyrir grænt B og síðan er það hérna
röðu þessu bara upp svo best. Svo þurfum við að ná í þessi ljós og í alla þessa rofa. Og þetta hérna kemur undir hér og markgildi kemur einhvers staðar hérna. Og síðan raungildið hérna og flötustoppið kemur einhvers staðar hér. Já. Og ég get hérna jafnað til vinstri allt saman hérna. Svona. Sem sagt, nú eru allavega merkingarnar komnar allavega hjá mér og þeir eru þá tilbúin til þess að fara yfir í þessa rofa hérna. Og það er hérna á tækjastykjunni, sjáu þið, hér byrjum við á select mode og svo koma ýmis tákn hérna og meðal annars er hérna entry field, hægra megin við entry field, þar kemur push button. Það er það sem við notum, hérna push button. Smellum einu sinni á það, þá kemur það með í bendilinn og þá reynum við að hafa það í svona jafn svert og þennan textakassa hérna. Búum til kassa hérna sem er þá bara rofi. Þá sjáum við hann hér til þess að hann sé jafn breiður allstaðar. Mér sýnst að það sé jafn breitt og hérna textabóksið allavega, að þá hérna tek ég bara afrit af því, þá segi ég bara hérna Ctrl+C og þannig að þeir mega vera að þessari stærð og ég fæ þá Ctrl+V fyrir þennan, færa hann aðeins hérna neðar á þann stað sem hann á að vera, ýtu aftur á Ctrl+V og auðvitað á ég eftir að breyta þessu. Ég smelli alltaf út fyrir til þess að merkja, afmerkja hann sko. Ég veit ekki hvort það skiptir öllu máli en þá allavega þá get ég náð í næsta með því ýtu á Ctrl+V. Já, þá er ég sennilega komið með alla þessa 5 rofa sem að ég þarf. Og hérna getum við hins vegar nýtt okkur það sem við erum búin að skrá inn. Og hérna áður við bætum við þessu markgildi og raungildi og öllu þessum sleðum hérna og entry field gluggum hérna, þá væri kannski gott að prófa forritið með þessum rofum og reyndar ljósunum líka. En við getum merkt hérna rofana og ég ætla bara að jafna rofana hérna til vinstri. Ég vel alla þessa 4 rofa allavega og ég ætla að jafna þeim hérna til vinstri og já, færi svo þennan aðeins nær hérna, flyttustoppinu og þá byrjum við að skilgreina rofana við gagnagrunnin. Núna skilgreinum við rofana, hérna eins og bilun A, þá tvísmellið á efsta rofan hérna. Hér fáum við svona möguleika, þetta er í rauninni stýring, kontról hérna. Og þá sjáum við að bendillinn hann blikkar hérna, við ýtum á, eða smellum á takkan sem með 3 punktum. Það er mjög oft sem við erum að nota einhver svona takka með 3 punktum, því að þá erum við að ná í listan í gagnagrunnum. Og ef að þessi listi birtist ekki, þá er oft, kannski þá erum við með eitthvað í þessari línu frá því síðast sem við vorum með. Bara þurrka út þessa línu og smella aftur á hnappinn með 3 punktunum og þá ættum við að fá fram þennan lista. Ef það kemur ekki heldur, þá getur verið einhver stilling hérna að ofanverðu. Smella kannski á þetta sama sem merki eða það er vantar að haka við eitthvað hérna, möguleika.
Þannig núna veljum við það sem stendur hérna, bilun A, þá bara smellum við hérna í bilun A, það verður svört lína og segjum OK. Þá kemur það hérna inn í og við ætlum að láta hann haldast inni eða úti þegar við smellum á hann og það er, Býtu það, hvernig breyt? Nei, já, ég er ekki búinn að breyta. Til þess að breyta honum úr þrýstihnappi yfir í af á rofa svona, þá þurfum við að smella hérna á with latching. Og svo apply. Já, þá hverfur þetta ekkert bara til þess að prófa og hérna seinna meir þá getum við skrifað líka texta en þá sjáum við ekki stöðuna á honum. Hvort hann er opinn eða lokaður. En það er búið gott að vera með, við gerum í öðrum verkefnum bara þá 2 svona rofa, annar er með myndinni, hvað stöðun er og hinn rofinn sem er nákvæmlega sami rofinn, en það er texti hvað hann gerir, til dæmis startrofið eða stopprofið eitthvað slíkt. Þannig að þá er hægt að skrifa það í text. Bara ef ég myndi prófa hérna, skrifa eitthvað eins og bara hérna biluna, þá væri það hægt svona. Þá kemur hérna texti bilun A. En ég ætla ekki að hafa þetta þannig vegna þess að ég er með mert hérna. Ég ætla að taka þetta í burtu, eyða þessu í burtu og segja bara, ég vil hafa þetta bara svona, þá smelli ég aftur apply, þá sé ég hann breytast hérna og hérna vil ég bara hafa hann svona og segja bara OK. Nú þá förum við bara í næsta, við höfum eftir að skilgreina þennan, kvittun A, þá smelli ég bara á 3-punktinn hérna og leitað kvittun A. Þetta er kvitt. Já. Þetta er bara þrýstirofi. Ég vil bara kvitta svona. Svo segi ég bara OK. En næst þá er bilun B. Og þá ætli ég að velja bilun B hérna. OK. Og smelli á with latching. Og svo bara OK, þá er það komið. Síðan er kvittun B. Smelli á 3-punktinn. Kvittun B, OK, og svo bara OK. Og síðan flautu stopp og smelli á 3-punktinn, flautu stopp. Það er hérna, stoppa flautuna svona, OK, og bara OK hérna. En hérna við skulum bara... Við skulum láta þetta duga í bili. Við getum ekki alveg klára að fara í að prófa forritið fyrir að við erum komin með ljósin. Og notum kannski ekki til að byrja með 1 ljós í staðin fyrir að teikna þessa flautu. En byrjum á að ná í þessu ljós, græna og rauða ljósið. Þá förum við í Tools, veljið þarna Tools í File, Edit, View, Service og Tools, veljið þar Operator Screen Library. Þegar nú erum við að vinna í Operator Screen og það er til alls konar tákn fyrir þetta. Og þá fáum við hérna lengst til hægri svona lista eða möppur með ýmsum táknum og við smellum á Display Unit möppuna, Display Unit og veljum þar Indicator Light og við tvísmellum á Indicator Light hérna. Þá fáum við þetta stórt og nú skulum við passa okkur einu, ekki taka þetta úr möppunni, ekki draga þetta burt úr möppunni. Þetta er svo, svolítið sem við þurfum að passa okkur á, því að þá næsti hópur eða næsti maður kannski sem vinnur í sömu tölvu eða bara viðkomandi sami nemandi sem vinnur í sömu tölvu, hann er búinn að þá missa þetta út úr þessu safni, skilji. Þannig að við þurfum alltaf að kópera þessi tákn í burtu. Og ekki taka það í burtu, heldur kóperaðu úr möppunni. Svo veljum við þessi 2 ljós hérna og ítlum á Ctrl+C, bara copy. Og förum með það yfir á skjáin okkar, smellum á skjáin
og þar ítum við á Ctrl Vaff. Þá fáum við þessi tvö og svo bara aftur Ctrl Vaff og þá erum við komin með þau og ef við bara spá í til einföldunar að nota til að byrja með flautuna með öðru svona ljósi sem sagt þannig að í bara einu sinni enn og þá nota ég annað ljósið í þetta og breyti litnum bara á undirlæginu hérna til þess að nota þetta sem flautu síðasta ljósið til að byrja með. Nú get ég loka bara þessu safni hérna, exa bara hérna út þannig að ég hafi aftur nóg pláss, ég get alltaf opnað þetta aftur, ég get exað þetta hérna út, ég get farið aftur í sem sagt tools og operator screen library, tekið það út þar líka eða opnað það, þannig að nú er ég komið með eða nógu mikið af táknum, við þurfum bara að skilgreina þau og við skulum bara færa þessi tákn á réttar stað sem sagt ljósin og þannig að þessi grænt A og rautt A og síðan hérna grænt B og rautt B en núna eigum við eftir að skilgreina allt saman og svo ætla ég að færa hérna flautuljósið hingað og ég ætla að fara að hafa gulan lit á því, breytum því og til þess að breyta hérna eða til þess að merkja þetta þannig að græna ljósi komi þegar á að koma þá þurfum við að velja þetta hérna, þurfum að blokka svona yfir ljósið þannig að komi svona margir punktar í kring og þá þurfum við að hægri smella á táknið þegar það er svona og velja ungroup eins og þið þekkið í öllum forritum, tekniforritum. Það er að losa samsetta táknið í sundur. Og það sem við gerum, þá tökum við þennan græna flöt sem innstur inn í þessu og færum hann út fyrir. Bara svo að séum ekki að merkja eitthvað allt annað sem grænt ljós fyrir A. Eyðist. Hreyfist. Nei, sko, þú þarf að smetla út fyrir til þess að velja bara, já, af því að það er allt valið þegar þú varst með þetta ungroupað. Þannig að fá þetta svona fyrst, þannig að bara linsan hérna, græna ljósið, það sé sá hluti sem að sé út fyrir. Já, svona, ég þarf að merkja öll svona, ég ætla að fara í gegnum þetta, við tvísmellum núna á græna flötin. Og þá þurfum við að velja hérna á þessari valmynd animation og hér er hakað í animated object, það er rétt en þessi variable nafn er ekki rétt þannig að við smellum á þrípunktinn hérna og þá fáum við allan listan eða ekki hjá ykkur. Já. Og þá veljum við grænt A hérna og við sjáum meira á þessari valmynd að það er þegar að græna ljósið er með hátt gildi, bitin er hár, hérna bit 1 hérna, þá er búið að merkja það sko. Þannig að maður gæti breyti, skiljiði, en ég er bara með þetta valið, ok, ég er búin að velja þetta úr gagnagrunnum, grænt á og ég verður að smetla á ok, til þess að geta gert eitthvað annað. Þannig að ef maður myndi vilja breyta einhverju hérna þegar það væri slökkt á einhverju dóti þá getum við látið einhvern lit birtast og þá er auðvitað hægt að breyta því með því að setja bit 0 hérna, velja hann en þá auðvitað vera bit 1 skiljið, bara svo við viti hvað þetta er gert en þetta er rétt, grænt A og bit er 1 hérna og þetta er hakað við animated object og síðan er þetta allt rétt hérna í drawing að það verður background color, hann er græn og hann er full hérna og þetta er allt rétt og þá segir bara apply og ok og síðan færi ég þetta tilbaka á sinn stað og grúppa þetta svo að ég bara skemm ekki táknið óvart einhvern tímann seinna. Hvernig grúppa ég þetta? Þá hérna velurðu allt saman, þá velurðu alla ramman og allt dótið hérna og þið sjáu það koma margir kassar hérna í kring og svo höfum við bendilinn fyrir ofanda, hægri smellum og smellum á grúp
og þá er búið að setja þetta allt í einn. Þetta hitt ekki alveg á það. Það breytir ekki öllu, það er hægt að færa þetta til með, Það leiðir mér ekki að grúpa þetta. já, þú er að velja allt saman. Sko, ef ég fer í ungrúp hérna, Þú ert á svona kassa yfir. þá verð ég að smella út fyrir, já, Segja það strax. taka kassan út og færa hann aftur tilbaka. Sko, ef hann hættir ekki rétt á, þá nota ég bara örvalyklana á lyklaborðinu til þess að laga hvar hann er staðsettur. En af hverju ertu að taka ljósið í burtu? Jú, vegna þess að ég vil ekki að láta þetta hverfa. Ég vil láta litin hérna undir verða dökkgrænan til þess að sýna að það sé slökkt á grænljósinu. Þessi birtist ekki nema grænljósið sé kveikt. Það er trikkið. Til þess að sjá þetta sé svona lifandi eins og framan á töflu. Svo gaumljós framan á töflu. Þetta virkar rosalega vel. Rosa fúll áhug. Það er mjög seiflega svo. Já, vegna þess að þetta er mjög hrátt, sko. Ég hef verið að vinna í stýrgerði með XP, sko. Þar vorum við forrit sem bara völdum þetta bara með því að smella á, sko, og bara beint. Það var búið að vinna alla þessa vinnu áður. Já, alla þessa forvinnu, sko. En það er líka, ágætt að geta haft áhrif á þetta allt saman í alveg grunninn. Og hérna ætla ég að taka næst rauðaljósið, fara í ungroup þar og taka linsuna út fyrir. Ég tvísmetla á rauðu linsuna og ég vel hérna animation og síðan fer í þrípunktinn, fer í rautt A, fer í rauðaljósið og segja OK. Það er bit 0 eða? Nei, það er þegar að rauðljósið kemur inn, þá kemur þessi litur á það. Þetta er alveg nákvæmlega eins. Og svo bara færi ég þetta tilbaka. Saman liðir en bara. Já, bara B. Já. Nú, hérna vel ég þetta allt saman og grúpa aftur saman og síðan er að græna, fer í ungroup, smelli út fyrir, tek linsuna út fyrir, tvísmetla á hana, fer í animation, þrípunktinn, grænt B, OK og OK. Þetta er nú ekki svo svakalegt, vinna, en allavega hana smá handavinna. Vel allt saman og grúpa. Og já, sko, ungroup. En þið er ekki búin með, breytið því hérna líka flautunni. Nú ætlum ég að velja hérna rautt B. Það er ekki búin flautuna, það er að sundleika. Þú manst það, Júlíus, að þetta er allt saman on the record. Þannig að þegar að barnabörnin þín fara að hlusta á þetta eftir nokkur ár, þá heyra þau þig inn á channel PSC kennsla, ok? Skýtir einhver máli, ég verður svo cancelaður í þjóðfélaginu. Grúp, það vitum við ekkert um. Þú verður forsætisráðherra eða eitthvað. Förum í ungroup hérna. Og nú ætlum ég að hérna breyta báðum þessum, bæði undirlaginu hérna. Ég ætla að breyta því yfir í einhvern lit hérna til hægri sem að er svona dökkur með að ég ætla að hafa linsuna gula. Ég hef það svona, ok, ég ætla að færa þetta inn. Ég ætla að hafa þennan bakgrunn á þessu. Svo er grár alveg hérna sem kemur aldrei í ljós. En þetta ætla ég að sem sagt hafa sem gulan og animation. Ein spurning, þurfum að tengja undirlagið líka? Nei, ekki tengja undirlagið. Það er bara alltaf svona. Við breyttum því aldrei áðan. Þannig að bara linsan, ég ætla að breyta þessi í gult hérna. Ég var búinn því með því að fara í drawing og fara í gult hér og smetla á apply, þá verður það gult.
og síðan vil ég fara í animation og hér er flauta og hverfi ljós. En af hverju setjum við ekki bara flautur einn? Dökki parturinn var mjög ljósjöfnir. Flauta og hverfi ljós. Bit 1, ok. Já, var smá... Já. Smá spurning. Já, Af hverju var þegar ég valdi gulan, þá var hann rosalega bara, hann var svona gulur, dökki parturinn hérna. sko þessi partur hérna skilurðu, af því að þá kannski hérna var þetta valið inni áður, sem sagt þú varst með þennan hérna. Já, bara næstu fyrir ofan. Já, næstu fyrir ofan. Það er þessi dökki. Já. Sem að, ok, og síðan hinn, guli, hann er bara beint fyrir neðan, einmitt, og það er sá sem að breytist, sem sagt hann kemur birtist þegar að flauta og hverfiljós útgangurinn er virkur, þá er biti 1 þar. En það er engin merking á þessum hérna, hann er ekki merktur með neitt animation, það er bara ekki neitt. Það má taka hann út til að merkja gulan. Já, sko það er betra að taka hann út fyrir, skilur. En þú þarft þess ekki endilega ef hann er valinn eingöngu, skilur. Það er hægt að... Þú getur ekki verið með rauðan á þessu líka. Þetta er bleik. Þetta er bleika. Svona. Nei, jó. Wow, cancel. Svona. Og vil ég endilega teikna flautuna strax? Það verður alveg gott að gera það. Þá þurfum við að velja hérna polygon. Því að núna hefðu við ekki farið strax í að prófa forritið, en allt í lagi, við skulum fara í það. Sjáu þið hérna, marghyrningur. Það er, sjáu þið hérna, lengst til vinstri er selector mode, síðan kemur lína, svo kemur rectangle, kassi, rétthyrningur, ellipsa eða hringur og síðan er kurva hérna og polygon. Polygon er það sem við notum til að teikna þetta hérna upp. Og það sem að mér hefur fundist þægilegast að gera til að reyna að ná þessu réttu, að þá hef ég byrjað á þessu horni hérna niðri sem við sjáum er svolítið bjagað, smá bjagað. Þá byrjaði ég á línu upp, það er mjög erfitt að teikna þetta. Og síðan smelli ég, til þess að beygja þá smelli ég einu sinni niður með músinni, fer til hægri, smelli niður, aðeins niður og svo beint til hægri. Þetta þýðir smá æfingu. Það þarf að taka smá æfingu í þessa og svo hérna er þetta eins og útlitið á flautu í svona táknumyndi það er svona smá ská og síðan tilbaka aftur hérna. Þetta er svo sem ekkert alveg 100% hjá mér, svo smelli ég aftur niður þegar ég vil stoppa hérna og síðan kemur beinlína niður og er það enda akkurat á réttum stað, en hérna verður línan aðeins skökk vegna þess að þegar ég tvísmelli hérna þá klárar hann að teikna táknið og hérna til þess að ég fái þetta til ramman til þess að vera á bakvið þegar að sko gula ljósi kemur þá er rauð flautan í gangi og þá segi ég hérna, þá vel ég flautuna, segi copy á hana og paste. Já, það er allt í lagi. Það má vera hvað sem er. Ég tvísmelli á þetta og ég vil velja þetta sem animation, animated object og þrípunktinn og vel þar flauta og hverfi ljós eða flauta og hverfi ljós. Ok. Og biti er 1. Já, sem sagt. Og hérna ég vil hafa þetta gult. Já, en að undan þessu bara alveg. Já, sem sagt. Þessi flauta hérna, þetta er upprunalega flautan. Ég tek copy afrit sem sagt af þessu. Tek hana. Það kemur svona punktar í kring, þá segi ég Ctrl+C og svo smelli út fyrir Ctrl+V. Þá fæ ég annað eintak af flautunni hérna. Af hverju viltu þið kópera? Til þess að ramminn sé alltaf til staðar. Hann er ekkert merktur neitt, hann er bara sem teikning á bakvið, skilji. Þannig að ef að flautan er í gangi, þá kemur gula flautan í ljós, skilji. Við setjum þetta saman svona. Þá kemur gulaflautan og svo á gulaflautan að hverfa þegar við slökkvum á flautunni. Já. Fyrir ég skil ekki neitt. Nei, allt í lagi. Nú erum við bara búin að kópera flautuna og ég kom með hana hingað.
Ég er búin að kópera flautuna og ég kom með hana hingað. Og þá þarf ég að merkja hana, ég þarf að breyta henni. Ég þarf að tvísmetla á hana, þið sjáu að hún er valin, það eru kassar hérna í kringum hana, svartir. Og það sem ég þarf að gera fyrst, ég ætla að hafa background color gulan. Þá smelli ég á gula litin hérna. Og þá kemur full hérna, það er bara flott. Svona. Ég get smelt á apply til að sjá hvernig það breytist. Þá kemur guli liturinn hér. Þegar þú ert búin að velja gula litin og smella á apply, þá breytist guli liturinn hér. Þá þarf að hafa hann að valin. Eru svona svartir kassar í kringum þetta? Nei, ég tíkleika bara á hana. Já, það ætti að duga, sko. Það er komið, flott er. Og þegar þetta er komið hjá okkur, þá þurfum við að velja hvaða útgangur hefur áhrif. Þá er það animation. Og smellið á animation hér. Og þá hakið við að þetta er animated object. Hlutur sem að breytir lit eða útgangurinn hefur áhrif á. Og þá blikkar bendillinn hérna og við smellum á 3 punktin hérna. Hér veljum við flauta hverfiljós. Ok. Þessi útgangur hérna, flauta, Í þetta. býttu nú við. Já, þá sko þú ert að sjáðu. Þetta hérna þarf að vera valið. Smella á animation, smella á animated object og svo 3 punktir. Þá kemur þessi. Það má ekki vera neitt hérna í línunni. Það er best. Svo kemur flauta og hverfiljós, útgangurinn og smellum á, Það er ekki að flautu stopp þarna. af því að það er rofinn. Já. Já. Og þá þarf maður að vera með rofa til þess að gera þetta. Og við þurfum að velja, þú veist, hvað á að, hérna, þegar að flautan er í gangi, þá er bitinn hár, skiljið. Þá verður það að smella á hérna bit jafnt og 1. Þið voru ekki búin að gera þetta, það er nokkuð? Jú, núna. Núna, já, gott. Velja biti saman sem 1. Þannig að þá birtist guli liturinn þegar flautan er í gangi. Já. Nei, nei. Það er bara teikning. Það er bara grunnurinn og undir. Ertu að meina þetta ljós? Já, það er allt í lagi. Hjá mér, Það má líka alveg vera. já, það má bara vera Og líka. það þá að vera líka við flauta og hverfiljós, ekki flautu stopp eins og ég setti. Já, það á bara við, svo að þetta hérna, flauta hverfiljós, þetta á að vera hérna líka. Sjá, ef ég ungrúpa þetta hérna, tekur linsinni í burtu, þá er þetta það sama og flautan, skilur. Ef ég fer í animation, þetta er flauta og hverfiljós. Sko, flautustoppið er bara rofinn, þannig að þú hefur óvart sett rangan útgang hérna, sko. Eða sett inngang í staðinn fyrir útgang. Hér á að vera útgangur flauta og hverfiljós. Ó, Svona er bara lífistundum. já, þá bara biðst ég afsökunar á því ef ég hef sagt eitthvað ránt. Já, að gera. Það er eina ráðið. Svona, þá færum við þetta á sinn stað og þá með því að gera mistök þá getum við alltaf lært á því hvernig við leiðréttum það og þá grúppum við þetta aftur saman. Þannig að þetta er útgangurinn, flauta og hverfiljós. Og þá færi ég gulu hérna inn á yfir hina flautuna og þið sjáu, ef ég væri ekki með ramman hérna undir þá myndi bara flautan hverfa eins og þessi hverfur. Ég ætla að hafa þessa til þess að sjá munin, hafa hann hérna undir þessum stað hér eða bara hérna undir og ég eyði henni á eftir. En núna þá ætlum við að vista allt saman. Já, heyrðu, núna þurfum við að vista.
ok? Nú erum við búin að klára þann hluta af skjánum sem við ætlum að hafa í byrjun. Síðan bætum við öllu hinu við og þá þurfum við líka að bæta við stigaritið. Vista, það er, við förum bara í rebuild, all project til öryggis, það er hérna munið eftir analyze og það saman, við erum ekki búin að breyta stigaritinu, þess vegna þurfum við ekkert í analyze, því að það er bara grátt væntanlega hjá ykkur áfram, eða ekki? En rebuild allt saman, er það ekki hægt heldur? Jó, þá bara gerum það. Já, yes. Við eigum eftir að gera hana raungildisdæmi. Já, það gerum við seinna, því að við núna ætlum við bara að nota rofana og eftir þá notum við eins og mælingu frá hitaskinnirum. Það er eftir. Við ætlum fyrst að nota rofana þó svo þið skiljið þetta, hvernig þetta virkar. Og þegar við erum búin að vista sem fæl, förum í Save Archive og smellum bara á Save og Yes og svo smella á diskinn, þannig að Save. Eða disklingin. Save. Ef þið ítt á hann, þá bara vil hann aftur fara að segja eitthvað. Já, það tekur bara smá stund að vista. Nei, bara yes. Nei, þú þarf bara að, til þess að vista skjáinn, þá þarf að smella á Save. Á þetta tákn hérna, það er langa auðvitað þegar maður er að vista svona inn á milli, þegar maður bara búin að gera eitthvað ákveðið og maður vill ekki tína því, þá verður þið að smella þetta hérna. En þegar maður ekki gera þetta analyze project sem maður var að gera síðast? Analyze project, við erum ekki búin að breyta kerfinu eða forritinu, við erum ekki búin að bæta inn í stigareitin, skilur við. Það er bara fyrir stigareitin, það er ekki fyrir... Já, það er ekki fyrir svona skraut. Þegar við erum búin að breyta skrautinu í okkur, skjánum, þá þurfum við að vista með þessu hér. En ef við erum að breyta stigaritinu, þá þurfum við að fara í analyze og það saman og til öryggis alveg file og save archive. En þetta heitir það sama á mér og það kemur ekki á do you want to replace á maður að... Já, segð bara já. Endilega vistið bara undir sama nafni. Því að annars kemur alveg hellingur af skrám sem að verður bara af óþarfa rusli. Núna, það næsta skref sem að þið gerir, það er að velja hérna Simulation Mode. Núna erum við að fara að prófa forritið. Og fyrir við Simulation Mode, það er væntanlega verið valið hérna hjá ykkur Standard Mode. Það er til þess að tengja... Já, var valið Simulation Mode, það er bara það besta. En það hefur verið valið. Því að við ætlum að nota herminn sem er í þessu forriti. Á þetta að vera í simulation mode? Já, þetta á að vera í simulation mode. Og þegar það er búið, þá finnið þið tákn sem stendur hérna Connect. Og þá kemur hérna villumelding hjá ykkur, sem ég get ekki sýnt hérna, og það sem að þið segir, nú þurfa að passa ykkur rosalega. Þú smellir það á OK, fyrst hérna, svo þarf að haka í burtu þetta hak sem er þetta næst og segja OK. Á ekki vera að haka í neitt? Það má ekki vera að haka í neitt, nei. OK. Smelta svo OK og aftur á OK og síðan að velja aftur Connect. Og já, svo ég fer úr því hérna og þá verður þegar ég það aftur á Connect. Og núna ætti þetta að virka hjá öllum. Þá ætti að byrtast hérna disconnect takkið. Eða ekki? Jú. Þess að komi hjá öllum á núna. Disconnect takk? Já, það er þessi, já, þessi. Allstað komið í lag. Ok, flott. Yes. Þetta er villa sem að við, hérna, þetta er eins og það. Nei, sko, þá fæðum þetta saman. Sittum hérna yfir. Þannig að hún byrtist, hún er búin að merkja þetta eins og við gerum.
bara ramminn verður eftir þegar það er slökkt á flötunni. Svona verður þetta. Þetta er flott. Sko, þá er næsta skref, það er að sem sagt senda forritið, það er hérna vinstra megin við disconnect sem heitir download project, eða það er hérna eins og merki þess að það er sendt frá PC-tölvu niður í iðntölvu og þá þurfum við að smella hérna á transfer. Fáið svona glugga þar sem það er transfer project to PLC, þýðir iðntölva, programmable logic controller. Ég tekka á það að ég fæ bara project is not full. Já, ef þú fær það, þá smellir við bara á build. Ég skil ekki alveg. Ég get bara gert reboot. Já, rebuild, já, endilega rebuild og svo smetla á transfer. Því að þá hérna, getið þið líka fyrst smelt á rebuild all project og síðan í transfer. Þú átti ég að íta á rebuild? Nei, Já. Ok, hvað gerir núna? Þú ítir á... Ég sem sagt, valdi þetta á transfer, sem sagt, á download og svo smelli ég á transfer af því að nú ertu búinn að fara í rebuild. Það hvarf út flautan hjá mér og... Já, það passar. Það er allt eðlilegt. Hún á ekkert að vera. Hún er ekki í gangi. Það er nefnilega málið. Já, rebuild all og svo að smetla á transfer. Já. Og þá er slökkt á öllu, því að það er eðlilegt. Sigurður, hvernig þarf maður að gera þetta að fara tilbaka og breyta ef maður gerir rétt þessu? Júli, það er líka að kíkja á Júla. Þetta hérna er ekki verið rétt. Svo blöð. Hverja? Það svofna ekki á. Já, heyrðu. Það breytir eitthvað stendur þegar það Þetta bara þess að, tímenda á hana bara... Það er bara að skera Já, þú getur líka öngrópa, já, fyrir þú er öngrópa. Öngróp, ok. Öngróp, svona, já, snett út fyrir og já, tvísmella þetta. Nei, þessa. Og snett út. Þetta var eftir. Já, hittir. Já, nú var þetta. Flott. Ok. smá pæling. Já. Skiptir þetta einhverjum máli myndi vinna það? Því ættu bara að laga þetta eftir smá. Það er ekkert mál. Þetta er ekkert mál það. Nei. Þetta er ekkert mál. Hey, næsta skref, það er að setja, sagt, ef við verðum með iðntölvu tengda við þetta, þá myndum við gefa henni skipun að fara á run. Þá smellið þið hérna á run. Og núna erum við með hermi í gangi og þá eru run. Hann er hérna bara rétt hægra megin við disconnect. Takkan. OK. Já, og smellið OK. Og hvað er núna í gangi? Jú, græna á báðum er í gangi. Það blikkar rautt á A. Það blikkar rautt hjá mér á rautt A og rautt B. Já, flott, þannig að blikkarinn hefur virkað. Já. Og þá er ágætt að setja Þú byrjaði að blikka þegar þú setti villuna. vélgæslukerfið inn. Sko, við getum náð þessum tveimur til dæmis. Ég get lokað, ég get tekið út Protect browserinn og hérna Hvert get ég náði vélgæslukerfið? Það er hérna flipi að neðanverðu þar sem getur valið og svo getur við smelt á tile vertical. Þá getum við haft þetta svona og skoðað hvað er í gangi. Eins og hérna, ég skal bara líta við hjá okkur og ég ætla bara rétt að keyra þetta í gegn, hvernig þetta á að virka, svo bara þegar er einhver vandamál á ferðinni þá bara labba ég á milli og set upptökun á pásu. Núna er þetta allt bara eins og rofi í termostati eða einhverju, til dæmis, ef við væri með einhvern skynjara og það væri bilun A, væri kannski bara of hár hiti á olíu. Hérna skynjarinn sem er að skynja olíuhitann
og það er snerta hérna sem myndi þá rjúfa, ekki sant? Alveg eins og við erum með rofan, hann er tengdur núna. Og ef við rjúfum þennan hérna, já, nú þarf ég að, Hann er rofinn með. já, hann er rofinn og þá þurfið þið að setja hann í samband, sko. En megna þess að raungildið hjá mér hér er, já, ég þarf að færa þetta í, já, ég þarf að setja þetta hérna, ég þarf að búa til bilun hérna, af því ég er búinn að setja inn meira af stýringu. Það er nóg fyrir ykkur að smetla á rofan, Nei, þá breytir hennar stöðu. ekki mjög. Það er, já, en það virkar ekki fyrr en þið hafið smelt á þennan taka hérna Enable Write Variable. Þá þurfum að vera með skjáinn valinn og smetla á þennan taka hér. Enable Write Variable. Já. Þá getið þið sem sagt sett rofan inn. Sko, ég get það ekki nema ég þarf að breyta svolítið hjá mér. Ég þarf að aftengja þessa sleða sem ég er búinn að setja upp hérna. Þannig að þeir séu ekki að virka. Og þá þarf ég að fara í forritið. Allavega að það sem að þið eigi að geta gert, það er bara að smetla á rofan og þá kemur bilun. En hvernig fæ ég annað virkislukerfið? Var það ekki hann fyrir ykkur? Nei, það er bara að þú veist. Já. Ég skal hérna laga það hjá ykkur. Sko, nú er flautan í gangi hjá mér og ef ég smelli á flautustoppið þá hverfur það allt saman. En ramminn er hérna undir. Þetta var ástæðan fyrir þessu. Og til þess að taka út þetta rauðljós hér, þá er að smetla á kvittunarrófan hérna. Er rétt að fara í gegnum þetta einu sinni virknina og svo fer ég allstaðar til þess að laga þetta. Þegar það er bilun á A, hvað gerist þá? Þá kemur smá tímatöf. Það er bilun á A hjá mér, grænljósi hverfur eftir smá stund, flautan kemur inn og rauðaljósi blikkar. Ég slekk á flautunni, flautan hverfur, rauðaljósi verður stöðugt, þar til að, já, ef að grænljósið, ef að ástandið lagast, að þá get ég kvittað út rauðaljósið. Sem sagt, ef að ástandið lagast, hérna, ég ætla að laga ástandið hérna, þá kemur grænljósið aftur inn og þá get ég kvittað út rauðljósið. Það slokknar á rauðljósinu. Sama með bilun B. Ef að bilun B kemur inn, þá er tímatöf á því. Það gerist ekkert fyrir en eftir innstillan tíma. Þá kemur flautan inn. Getur sett flautunni? Nei. Rauðljósi blikkar. Þá við sjáum hvaða bilun hefur komið inn. Ég get sett flautunni. Já, Sko, flautan er þetta út bara og... við stoppum flautuna hérna. Það gerist ekkert ef ég íta á það. Rauðljósi verður stöðugt á B. Og við lögum bilunina, grænljósi kemur þá aftur. Hérna er grænljósi komið aftur og þá get ég kvittað út rauðljósið. Hérna. Svona þetta virka. Nú er ég búinn með þetta og ég ætla að taka stöðuna hjá ykkur. Já, þarf við að sækja verkefni. Sko, þú getur líka gert þetta hérna frá. Þessi samanburðarblokk, ef þú sér þetta hérna, þetta er kannski ekki nógu stórt, það er raungildi A. Já, þetta eigum við eftir að setja inn í gagnagrunnin. Byrjum á því. Við opnum gagnagrunnin, sem sagt dataeditorinn, með því að smella hérna á táknið upp í tækjastikunni. Og það sem að vantar inn hjá ykkur, það er markgildi A, sem er heiltala. Það sem Project-browserinn er, svo kemur eitthvað browser annar og svo dataeditor. Smell á það og það sem við þurfum að bæta inn í er markgildi A og markgildi B og raungildi A
og raungildi B og allt þetta hérna er heiltölur, integer. Þannig að hérna ég ætla að sjá hvort ég get farið í Magnifier hérna, sko, sjá. Á þetta að vera íbúr. Nei, það á að vera integer. Hvað breytir því? Sjáu, hérna er ég búinn að stækka þetta upp. Þannig að hér hefur við sem sagt, markgildi A, markgildi B, raungildi A og raungildi B. Það er það sem við þurfum að bæta inn í. Þessum 4 línum, og þetta er ekki ekkert íbúl eða eitthvað svona, heldur heiltala, INT, integer. Það. Og það verður Sérðu. í íbúr. Já, finnur hérna smellið á þarna, skrifa bara neðst, Já, tísmettir að það, skrifa þarna inn, markgildi A. Getur svo aðeins koma í hjálpa mér? Já. Ég finnir ég að það stíðar hérna hjá búið til og erum að gera þetta. Já, þegar þetta er komið inn í gagnagrunninn, markgildi A, markgildi B, raungildi A og raungildi B, að þá förum við yfir í stigaritið aftur og bætum þar við. Já, þetta kemur bara í beinu framhaldi undir stoppblik, þá þarf bara að setja inn þetta sem er inn í verkefninu og það sést ekki allt hérna á skjánum hjá mér ef við tísmilli hérna þá sjáum við línuna sem að kemur hér og það kemur þá í verkefninu. En Hvar finn ég þessa Kassa. já, það er hér. Fyrst er compare kassin, hann er hérna, hann er hægra megin við, þið sjáu hérna búlegan Er það stærðið að minni kassin? búlegan link. minni. Sko minnikassin er hérna hægra megin compare og þá hérna smellið bara einu sinni niður, þá kemur hann og svo bara tvísmetla á hann til að skrifa inn í hann. Já, það eru 2 compare kassar og 2 operate kassar. Segðu það? Já, Ef maður gerir hana samanburðarþáttir hana raungildi það kemur hana goggur einu og svo kemur það. já, það er sem sagt minna en raungildi A, svo kemur bil, minna en bil. Það má gera bil. Já, það má gera bil. Það virkar alveg. Það er betra að hafa bil, það er auðvitað að lesa það. Það er verra að hafa þetta allt saman svona klest saman. Hvað er það gerum á þetta minna en Það eru lyklaborðinu við hliðina á shift-takkanum. Já, það kemur alltaf yfir svart hjá hann. Þetta segir terma líka það. Ef þú ætlar að fá minna en, þá ítir þú bara á takkan. Ef þú ætlar að fá stærra en, þá ítir á shift. Þarf líka að gera hennan markgildi. Þú nærði í markgildið úr, sko, þegar þú ert búin að gera hérna minna en táknið og síðan bil, að þá smellur það á 3-punktin hérna og nærði í markgildið Já, ok. úr gagnagruninum. Já, það er 3-punkturinn, þá opnast gagnagruninum, markgildi A. Sigurður, Já, það er að klikka á hérna fyrsta raungildið, hvað skrifaði þar inn í? þetta hérna. Já, Já, tvísmettur á þetta, þá færðu inn þessa línu hér. hvað stendur? Raungildi, Raungildi A, þá minna en markgildi. minna en markgildi A, já. Þá nærðu í bæði raungildi A úr gagnagrunnum með því ít á sem sagt 3-punktin hérna. Þannig að þú skrifir ekki eitthvað óvart. Já, þú þarft ekki að skrifa þetta inn. Þú nærði þetta allt saman með takkanum, með 3-punktinum á. En þarf ég að gera þetta að minna en merki? Já, En hvað er í operation? Markgildi A, minna, nei, markgildi A sem kemur bil, 2-punktur sama sem og svo bil. Og hér er 380. Já. Okkur, punktur. hvað er
fyrir aftan 380. Nei, hún gerir þetta sjálf. Svo hún kemur sjálf með þetta. Ekki setja neitt fyrir aftan 380. Já, ok. Gerir það Já, gerir þá bil tvípunktur sama sem 380. já, Átti líka að vera bil milli A og örfur. og tvípúnsins. Hvað hérna? Gerðu ekki bílamilli í afturmerkisins og 380? Jú, bara til að sé auðvitað að lesa. Það þarf ekki, en það er bara að sé auðvitað að lesa. Bil, tvípunktur, Nú sama er sem. eftir á... Bil 380. Hvernig skrifar þetta hana í compare-kassanum efst þar? Ég klikka bara á. Nei, já, ég veit það en... Já, þetta þá- var bara svona. Já, já. En á ekki að vera bil milli A og örfurinnar? Í eftir. Jú. Nú, ok. Það má vera, það þarf ekki endilega að vera. Það er bara skemmtilega að hafa aðeins, það er auðvitað að lesa. Það megi ekki vera 2 bil, þá skilur tölvuna það ekki. En þá 1 bil frá A og yfir í minna en merkið og 1 bil frá minna en merkinu og yfir í markið. Og þegar þetta er búið þá bara seifa, Já, eða rebuild, eða hvernig var það, analyze það, fyrst analyze, já, og svo hvað, rebuild. já, Hvað þetta gerir? analyze, Að- build changes eða rebuild allt saman Tvípunktur, sama sem 380. og síðan file, save archive og smetla á save og yes Markgildi B. Og svo var það Á- save as. og smetla á save á disklingin. Verður það góður í dag? Já, þá höldum við áfram í næstu viku. Getur aðeins komið. Já, Já, ég var þetta svona. já. En Hafi, skýrðið þú þetta prósenta S13?